og velkomin í þáttinn Eldum Íslenskt. Í þessum þætti ætlum við að skoða ferðaþjónustuna. Það er fátt skemmtilegra en að fara á veiða, gista á skemmtilegu sveitabýli og upplifa íslenska náttúru. Í þessum þætti ætlum við að skoða aðeins bleikju, lax og ætlum að fá fróðleik frá honum Ægir sem er bæði kokkur og veiðimaður. En við ætlum að byrja þáttinn að fá hann Alfreð til að kíkja aðeins upp á Hótel Heklu og fræðast aðeins hvernig þeir elda bleikju. Þá erum við komin inn á Hótel Heklu, Suðurlandsundirlendi. Við erum meðan Dag, yfir matreiðslumann, hótelinu og hann ætlar að sýna okkur hérna einn silungarétt sem er geysivinsæll af ferðamönnum, er það ekki rétt á það? Það er rétt. Við fengum hérna smá silung og hérna ætlar að sýna okkur svona heitasta diskinn. Við erum hérna með silunginn og þurfum alltaf að byrja því að beinhreinsa hann. Og beinagarður liggur hérna eftir endalöku, eða ekki? Jú. Já. Maður bara notar einhverja töng í þetta? Já, bara góð verkur eitthvað saman hjá. Er ekki margir sem að sleppa þessu samt? Ég veit alltaf mjög mjúk bein og þennur lítið fyrir þeim. Já, þetta er ekki eins og laxabein. Nei. Já, þannig að maður svona kemst upp með að frekar á silungnum að hafa beinin á, af því að þau eru svo mjúk og þau mýkjast líka enn meira þegar maður steikir þau. Og við höfum hérna bara allt á honum, þú veist, það roðið það ekki? Jú, jú. Af því að við erum bara að steikja hann og svona. Ok, glæsilegt. Saltapipar. Saltapipar. Ert þú með þetta svona maldon sem allir eru með? Já, sjálfsög. Já. En þú getur notað hvað grófa salt sem er. Já, já. Fínt salt líka. Ok, pannan er bara vel heit. Já. Alveg springandi spröð og þú notar ólífólíu í þessu tilfelli? Já. Ok. Grænmetið á pönnuna líka. Hvenær veistu þegar fólk er að gera þetta heima? Hvað miðar þú þegar þú ert að elda silung? Ég steikja hann bara mestmegnis á róðhliðinni. Já. Og miðar þú við þessa rönd hérna sem allir að tala hérna, þessi hvítu rönd þegar hún færist aðeins hérna og var þá snýrð hún aðeins við? Já. Já, ok. Já, þetta er glæsilegt. Það getur hver sem er í rauninni gert þetta. Þetta er bara hráefni að njóta sín, er það ekki? Jú. Hvernig gerður þessa hérna rauðbrauðsósu? Hvað tekur þú bara rauðbrauður og kreistir það bara með... En við erum með... Þetta er með einhverja rauðbrauðpressu? Þetta er bara keypt í flöskum. Já. Í heilsubúð. Já, það er svona organic. Já. Er þetta það? Já. Já. Þetta er mjög sniðugt, svona eitthvað hérna... Rauðbrauðsafi, já. Það er ekki neitt svona, ekkert viðbætt, þetta er bara... Já, eins og þú hefur gert þetta bara sjálfur. Já, já. Þetta er sniðugt. Í rauðbrauðapressunni. Já. Það er nú gamalt trikk að senda menn eftir desertpressunni. Varst þú sendur eftir desertpressunni? Nei, ég slapp nú alveg við það. Já, þú lýgur því. Það var bara að smaka það. Það er glæsilegt. Ég efast nú ekki með þetta sé gott. Alveg himneskt. Beint frá bíli er hagsmunafélag þeirra bænda sem eru í framleiðslu og selja beint frá sínum bæ. Þeir sem hafa tekið sér til og gert eitthvað aukalega, farið í framleiðslu. Já, nú eru svo breyttir tímar. Nú geta bændur frekar markasett og selt sjálfir. Geta fengið sér tæki heima búið til þess að framleiða. Þannig að það eru svona samtök þeirra bænda sem eru í framleiðslu. Daginn fórum við nokkrir kokkar í veiðiferð. Við veiddum glæsilega bleikjur og skelltum á grillið. Þegar kokkar koma saman verðum við sjálfsögðu að elda. Það getur alltaf verið aðeins öðruvísi að elda í útilegu en höfum það einfalt. Til að gera eldamennskuna skemmtilega reynir maður að hafa eitthvað verkefni fyrir börnin. Kissan. Ég ætla að kissa hann. Allir sem ætla að vera í útilegu. Það er útilegu að kissa hann einn. Nei. Kissa. Svona. Bóas, kissa hann. Já.
Í þessu tilfelli voru börnin send að tína krydd. Núna verður ykkur að fara að tína birki, við ætlum að setja birki inn í hann. Hvað er birki? Það er svona eins og tréð hana. Passa ykkur á hérna. Allir að fara að finna birki. Birki gefur skemmtilegt íslenskt bragð og auðvitað ættum við að nota það til að krydda matinn. Og rifu það beint af plöntunni og settu það inn í bleikjuna sem var búin að gera að. Þegar við vorum búin að tína birkið, þá settum við birkið inn í fiskinn, tróðum fisknum bara beint í álpapír og skelltum honum á grillið. Þegar maður eldar bleikju er gott að hafa hana miðlungseldaða, því bleikjan fær svona hvíta áferð og getur orðið ögn þurr ef hún er ofelduð. Það skipta þessum var stóra hérna inn á bakvið. Það er alveg svínheitt. Þegar bleikjan er tilbúin er hún tekin beint úr álpapinum og jafnvel borðuð strax. En líka er gott að gefa hana með köldu smjöri, kaldri sósu eða jafnvel kartöflusalati. En góða skapið verður að vera með. Bleikja? Nei, Víst. gráslétta. Gráslétta? Já. Það heitir nú grásleppa. Og sjálfsögðu, þegar maður er í útilegu, á maður að nota íslenska náttúru og íslensk krydd í matinn. Og það verður nú mikið skemmtilegra ef allir taka þátt og þá myndar skemmtileg fjölskyldu stemning. Ægir heiti ég. Ég er kokkur á grillinu út í Sögu og ætla að sýna ykkur hvernig á að flagga lax. Hérna erum við með laxin sem við veitum fyrir í dag og það sem maður þarf að vera í huga þegar maður er með svona nýjan og fínan lax. Þetta er náttúrulega eðalhráefni úr íslenskri náttúru sem maður verður að kunna hantera rétt ef útkoman á að vera góð. Og það sem við byrjum á að gera, það eru svona hreisturflugur hérna utan á honum sem fara út allt þegar maður byrjar að flagga. Þess vegna er rosalega gott að vera með eitthvað á sér í veiðivestinu eða í veiðigrænu til að taka bara og hreistra hann strax út í vatn og losna þar af leiðandi við óhreininindi og svona úr eldhúsinu sem við viljum ekki fá. Það var vinda okkur undir brekkuna. Svo höldum fast sporðinn og byrjum aftast. Og gott að nota svona kannski bakhliðin á hníf eins og ég er með hérna. Og skrapa fram á við. Og þá náum við að skrapa svona hreistir af. Tekur smá þolinmæði en þetta borgar sig þegar botninn öll er að botni kolt. Það er líka þegar maður hreistar hann, þá er hægt að steikja hann á róðinu eða elda hann með róðinu og þá er rauninni hægt að borða róðið. Þá er það orðið bara partur af heildinni. Þá erum við búin að hreistra laxinn, nú voru hann alveg hreinn og fínn, allt hreistu farið af honum. En nú þarf að það sem flestu finnst nú leiðilegt, það er að gera að. Þá byrjum við að skera hérna fram rétt fyrir, maður byrjar að renna hýtnum hérna fremst og fara grunnt hérna upp kviðinn, alveg aftur af sporðinum. Og svo fer maður bara með puttana hérna, aðeins og grunnt hérna. Það er betra að fara á grunntinn og djúpt, sko, þá fer maður að skera í niflinn og það viljum við ekki. Og svo bara rennir maður fingrunum hérna fyrir aftan og rennur þessu snúr. Og þá er búið að gera af, þetta er rauninni bara eitt handtak. En svo erum við með hérna, hérna erum við með svona blóðrák hérna inni, svona blóðdreggja sem við þurfum að losa úr, sem er nú hérna. Og það er gott að vera með teskeið á sér, en við búum ekki svo vel, þannig að við notum bara puttan í þetta. Ja, þá erum við búin að taka innan úr laxinum og búið að gera það og nú erum við svona hreinn og fínna innan. Og þá ætlum við að flagga hann og til þess þurfum við að vera með góða hníf, helst svona langan með beinu blaði og við byrjum á því að snúa bakinu að okkur og skera rétt fyrir aftan
hliðaraukann og skera svona skáhalt upp alveg hérna hnakka, alveg hnakkanum og fara aðeins aftur fyrir hann. Og svo snúið blaðinu rólega og reynum að komast inn undir rifbeinin. Og svo þetta í rauninni bara gott að halda upp í hérna þunnildernum til að skera ekki í þau og renna svo bara hnífblaðinu eftir hryggjarsúlunni. Og hérna fórum við aðeins svo langt með opbeittan hníf. Tökum við alveg, rennum hérna alveg aftur á sporðinum og þá erum við komið með svona sæmilegt flagg. Svo gerum við bara það sama hinum megin, aftan aukan, upp á hnakka, snúum blaðinu. Skerum flaggið alveg eins af hinum megin. Það er komið 2 flögg og svo erum við hérna beingarðinn sem við getum þetta er hægt að nota í súpu eða í soð og nýta allt af laxinum. Svo rennir maður, snirtir maður flaggið svona eftir á aðeins og hérna oft er eitthvað eftir að beinum eftir á eða hérna sem maður vill losna við. Síðan tekur maður hérna bein sem liggja hérna niður með síðunni og það er gott að fjarlæga þau bara með því að renna svona létt undir þau, fikra sig niður eftir og hérna og renna þessu svona af. Þá fáum við alveg hreint og fínt flagg. Fyrir þá sem vilja alveg losnaði beinin þá eru bein hérna og þá er þetta að nota flísatöng eða sér til að gera laxatöng til að pilla þau úr. En svona erum við með hérna bara hreint flagg. Svona er laxinn þegar það er búið að verka hann. Þetta var ekki flóknara en þetta. En það er alltaf best þegar maður er búinn að verka laxinn aðeins að gæða sér á honum svona beint úr ánni. Það dýfum við þessu smá soja. Flögunum laxi gjör svo vel. Ég og Alfreð ætlum að gera svona skemmtilega tilraun. Við ætlum að reyna að grilla stærsta lax Íslands á minnsta grilli. Við ætlum að gera góða laxasamloku. Það er svona, þið trúið ekki, en ég veit hennar lax og sjáðu hvað skeiði. Það er maður í laxinn. Hvað átti svo að býta þar hérna? Það er ofan á. Hvað er þessi? Þessi? Það er að taka þetta? Það er að taka þetta, það er ekki það. Það er svona að kynkja þessu. Ljúfengt, sushi. Hvað er það stór? Heyrðu, þetta er hérna 4 pund, 60 cm. Stærsti í ferðinni. Þetta er kannski ekki stærsti lax Íslandssögunnar, en hann virðist vera girnilegur. Þetta var ótrúlega vel gert hjá þér. Ég trúði ekki að þú geti gert þetta sko. Nei. En það tók þetta líka, hvað, 4-5 ár? Þetta voru 4 laxveiðitilraunir til að fá 1 svona hotsíli. Nei, það má ekki segja. Nei, þetta var glæsilegt. Þetta er líka ótrúlega gaman að fá svona villilax og finna munin á villtum laxi og svo ræktuðum. Það er skemmtilegt. Er það ekki máli að hann er rauðari og við erum hérna búin að slæja hann. Það er svona sem að galdra að setja hérna smá bref inn í hann til að hann verði svona bleikur og fínn. Hreinsa hann vel og skóla hann. Alveg, það sem við ætlum að gera. Já. Þetta kemst alltaf ekki svona á svona lítið grill, sko. Nei. Svo við ætlum bara... Ég veist ekki að það verið að fá þig grill líka. Nei, þetta er alveg... Þetta er VIP. Þetta er grill sem að grilla hvað sem er, annars að eyðileggja náttúruna. Já, þetta er mjög sniðugt. Og það sem við ætlum að gera, Hvað er það að gera? Gera svona góðar samlokur. Já. Þú til ég að rista hérna aðeins brauðið fyrir okkur? Já, ekki. Þetta er hérna byggt brauð sem hann ægir upp á Hótel Sögu að var að baka fyrir okkur. Þetta er svona súldeisbrauð með engu geri. Það er óðarlega tísku núna að vera að gera svona brauð sem að eru gerlítil og... Já, heilsusamleg. Heilsusamleg. Þetta er mjög flott. Hvað er þetta ég geri á meðan? Þetta er bara ekki að vera fyrir. Þetta er svolítið mikið útspenning. Já. En þú passar hérna brauðið og þess að segja beinin eru hérna í fyrir hluta af flagginu. Já.
Þess vegna til að ég fá ekki bein núna át að við ætlum bara að vera 3. Já. Ég bara taka hérna smá bita af sporðinu. Restin ætla ég að elda bara með konunni heima í kvöld. Já. En þá tökum við bara einu. Og fylgjum hérna, það er svona beingarður hérna. Maður þarf að vera svolítið öflugur til þess að ná að gera þetta svona fríhendis. Já, þetta er, þegar maður út í sveitinni, þá verður maður bara að bjarga sér. Bjarga sér, já. Svo fylgjum ég bara hérna eftir beingarðinu. Það þýðir ekkert að gleyma sér í brauðinu, þannig að maður þarf að fylgjast svolítið með því og... Já, þetta er náttúrulega heitt grillið. Já. Það kemur hérna upp smá garður hérna sem maður þarf að fara aðeins upp og aftur niður. En auðvitað undir flestu kringumstændunum sem maður náttúrulega gerir þetta á flottu bretti. Herðu, laxinn er hérna, séðu, hvernig lítill. Bjarni var að veiða hann. Það er ekki stór. En þegar maður er með lax og vill ekki hann er að verpa sig þegar maður steikir hann, þá er voðalega skemmtilegt að skera aðeins í hann. Já. Með svona sentimetri millibili. Fjós er hérna, starta bara upp. Þá erum við komið með þetta fallega laxaflak af villtum lax sem ég veitti sjálfur. Það er ennþá skemmtilega þannig. Já. En getur þú gert smá pláss á stóra grillin okkar fyrir smá laxabita? Hvað sagði þetta heitt? Þá setjum við smá repjuolíu, laxinn á grillið. Já. Vá. Þú ert með smá salt og pipar. Já. Herðu, hérna. Blanda salt og pipar. Það þarf oft ekkert mikið meira á fallegan lax en sko að Það skemmir heldur ekkert að fá smá hérna olíu á brauðið. Það er ekkert verra. Það er eitt sem þeir gera á Ítalíu, sem var svolítið gaman að gera hérna. Þá taka þeir þarna hvítlauk, hérna. Taka eitt rif. Hvað er þetta? Þetta er laxinn og svo erum við brauðið. Taka brauðið. Það er að brenna hann ekki. Og nutta hvítlaukinn í brauðið. Það kemur svona gott hvítlauksbragð í brauðið. Gott líka að fólk er með tómat. Já, og tómat líka. Tómat? Já, hann er svo hollur. Íþróttálfurum borðar vel af tómat. Líka ég! Þannig að maður má ekki gera mikið. Það má ekki mikið vera að snúa laxinn, þá gæti hann fest við. En maður verður samt að passa að hann sé ekki að brenna. Samlokan okkar, þetta á bara að vera ferskt, þetta er íslenskur lax, þetta er alltaf flottast sem Ísland náttúrulega hafa að bjóða. Ég ætla bara að taka hérna smá ferskleika. Ég ætla að taka hérna utan að einni appelsínu. Mótið þetta glas? Nei. Mótið þetta glas? Það er gott að safinn leki aðeins í brauðið og bleiti upp í. Þetta er sannkallað kreppufæði. Já. Maður veiðir fiskinn sjálfur og nokkra appelsínur og málið dött. Svona þess að vera. Þegar maður sker á milli blaðana, þessar hvítu í appelsínu, þá fær maður alveg svona skinnlausar appelsínur. Þú ert vant að passa laxinn fyrir okkur. Já. Ekki samt vera að koma sig yfir á mig eða hann brennur. Þetta er pressa á þér núna, kallið minn. Þú ert náttúrulega búið með þitt verk, þú veitir laxinn. Já, hún er að síðasta appelsínan. Og núna er laxinn að vera tilbúinn og það sem við ætlum að gera, ég ætla að taka hérna blómkál. Ég ætla að skera bara utan að þið svona gróft. Þetta verður svona eins og blómkálssnjó. Hvað er þetta? Appelsína? Appelsínur og blómkál. Það fáum við svona stökkt á blómkálinu. Já, þetta er samloka. Og safaríka appelsínu. Ég borða svona. Þetta er eins og íþróttaalvegurinn myndi borða. Þetta er svona, þetta. Núna er þetta alltaf verið tilbúið. Svo tek ég hérna ekstra gott. Það sem við kalla fáfnisgras. Það gefur svona anísbragð. Þeir passa rosalega vel bæði með lax og með appelsínu. Já. Ég hoppa hérna niður. Nei, þetta er hátt. Hvernig lítur þetta vel út? Rosalega vel. Þú hefur sögu að segja hvernig maður eldar lax eða ekki. Maður fer ekki alla leiðir, við viljum hafa hann svona aðeins. Nei, lax er eina fiskitegundir sem er bara virkilega góður að hafa svona ekki ómikið eldað. Ég myndi segja að það besta sem fólk gerir er að horfa hérna í hliðarnar. Fylgjast með þessu hvíta, leiða fyrir að springa út, ekki hvítan. Þá svona
Það er komið tíma á að snúa oftast, fólk snýr þessu oftast, en á grillinu þá sér maður þetta bara svona. Þetta er tilbúið núna, sé ég. Já. Þetta er samloka, þá ætlum við kannski ekki allt forðaröðið. Það ætlum bara að taka svona fallegan bita hérna og brjóta á samlokuna. Það er alltaf að hafa hann svona svolítið... Já, þetta er algjörlega málið. Þetta er svona, svo fagmennir kalla a point. Herri já, núna erum við komin svolítið girnilega samlokur. Það er eina sem okkur vantar til að klára þennan samleik. Það er ögnað þarna á lime. Og ögnað olíu. Það er allir hérna með smá salt og pipar. Þetta er alveg hrikalega girnilegt. Það ekki? Já. Nokkur þarna... Má timjan. Timjanlaun. Já. Já, strákar, ef við að smakka þetta? Já. Þetta er hrikalega girnilegt. Bóas, þú farið hérna litlu, flottu. Já. Ég ætla að taka þetta hérna. Þetta er svo rosalega hart. En þá má við bytta í það. Ekki gras fyrir Bóas. Er þetta ekki gott? Er þetta rosa gott? Má pabbi smaka? Þú borðum þetta. Þannig að fáið mér alveg... Það smakkast alltaf betra þegar maður veiðir fiskinn sjálfur.